gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá er komið að liðnum óþekkti þingmaðurinn sem að við höfum haldið úti svona með hléum síðan metfjöldi þingmanna, nýrra þingmanna haslaði sér völl á Alþingi Íslendinga eftir kosningarnar 30. nóvember í fyrra. Og tilgangurinn með þessum viðtölum er ekki mikið að ræða pólitík við þessa nýju þingmenn, óþekktu þingmenn eins og við köllum þá. Við erum fyrst og fremst að leitast við að ná einhverju svona persónulegu í farið þeirra. Og í dag er nýr þingmaður Samfylkingarinnar. Hann heitir Kristján Þórður Snæbjarnarson. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Þú ert í Reykjavík Suður. Já. Suðurnesjamaður. Ég er í Reykjavík Suður og er svo sem af Suðurnesjum en Vestfirðingur líka. Þú ert líka Vestfirðingur? Já. Þetta er hörkublanda. Já. Þetta er það. Já. Ef að byrja bara á byrjunni, fara hérna aftur til bernskunnar. Stundum spyrjum við hérna í persónulegu viðtölum hvenær fólk man fyrst eftir sér. Já, sko, ég man svo sem fyrst eftir mér mitt þar sem að ég bjó fyrir vestan. Ég bjó semst á Barðaströndinni og á Krossholtum þar sem er svona smá þyrping húsa. Amma og afi voru með sveitabæ þarna á Breiðalegg á Barðaströnd. Ég man eftir mér frá þeim stað og það er svona mínar fyrstu minningar og tengi þar að leiðandi svona alltaf rosalega mikið vestur. Er það jákvæð minning? Mjög jákvæð. Það var bjóð þarna fyrstu 6 árin og ég svona svolítið mikill svona sveitamæður eða mér fannst rosalega gott að vera fyrir vestan. Þarna er ekki margt fólk? Nei, þarna er ekki margt fólk og þetta er bara náttúran og bara umhverfið dásamlegt náttúrulega. Sveitalífið svolítið mikið. Já. Já, það er alveg, var í sveit hjá og afa öll sumur meðan ég var í grunnskóla. Já. Þó við höfum flust suður til Reykjavíkur þegar ég var á 7. ári eða 6 ára að þá sóttist ég alltaf eftir því að komast vestur leið og í gat á vorin og vera eins lengi fram á haust eins og í gat þangað til að skólinn byrjaði. Þannig að þetta var svona þetta svæði togar rosalega í mann alltaf. Það er bara einhverja hluta vegna bara ofboðslega gott að komast þangað vestur. Já. Og hefur þessi náttúru áhuginn, hefur hann haldist? Sko, mér líður alltaf einhvern veginn, já, mér finnst alltaf rosalega gott að komast eitthvað út á land og komast svona, vera aðeins úti í svona kyrrðinni og bara rólegheitum þar sem að landsbyggðin býður upp á, það er landsbyggðirnar. Þannig að einhvern veginn sækir maður alltaf í þetta að komast svona í rólegheitin, sko. Og gott að geta komist þangað. Já, en það er langur vegur frá þessu kyrrláta vestfjarðalífi í fámenninu að svona erli líðandi stundar. Hvað varstu snemma svona ákveðin í því að þitt svið væri á meðal fólks? Ég svo sem Það gerðist lífið þetta einhverju tilviljun eins og sumir segja? Þetta gerðist það gerist svona kannski meira af tilviljun, myndi ég halda. Ég held að þegar maður þú veist, já, ég auðvitað mennta mig bara upp og fer í vinnu í álfunni Straumsvík á sínum tíma. Þú ert iðnaðarmenntað? Já, ég er rafeindavirki, klára rafeindavirkinn fyrst og er útskrifaður klára sveinsprófið 2002 og það var svo sem bara stefnan að vinna í slíku.
þegar maður síðan búinn að vera starfsmaður þarna í smá tíma, þá ég kosin sem trúnaðarmaður á vinnustað. Og það var svo sem ekkert eitthvað stefna hjá manni að komast í það. Það var svona... Þóttirðu góður í því að hlusta á fólk? Já, ég held að sko, í fyrsta lagi kannski var lítill áhugi á öðrum til að takast á við þetta verkefni. Þannig að og ég held að flestir hafa kannski bara bent í einhver aðra átt. En samt, jú, kannski maður náttúrulega setur sig og setti sig vel inn í mál á þessum tíma. Þannig að maður tók alveg þátt og hafði skoðanir á hlutum og kannski var það eitthvað hluti af þessu sem að ýtti við fólki að hvetja mann áfram og síðan bara ákvað maður að stíga þetta skref og var trúnaðarmaður þarna í nokkur ár og hafði bara rosalega gaman að því. Og svona fann einhvern veginn hvað var bara gott að geta beitt sér fyrir, málefnum annarra, að berjast fyrir því að eins og í gerð kjarasamninga þarna á þessum stað. Þarna sérkjarasamningur við fyrirtækið og trúnaðarmenn virkir í því að sitja við samningaborðið. Og þetta bara varð bara rosalega skemmtilegt verkefni að hlusta einmitt, heyra hvaða kröfur hópurinn hafði til þess að gera breytingar á kjarasamningi. Og síðan hverju var hægt að ná fram og hvaða leiðir þurfti að fara til að ná því. Þannig að þetta var svona, já, þetta einhvern veginn svona gerðist bara, að maður fór út á þessa braut. Já. En ef við bökkum aðeins frá þessum tímamótum sem þú nefnir og förum aftur þarna í bernskuna og svona uppvaxtar árin, hvaða gildi settu foreldrar þínir svona á oddinn, hvert var helsta veganestið svona þegar þú hugsar aftur? Það svo sem bara, þessi gildi að leggja sér fram og beita sér, gera sitt besta í þessu sem að þurfti að vinna með. Varstu í stórum systkinahópi? Nei, við erum 2 systkinin. Ég yngri og 3 ára á milli okkar. Og já, síðan í sveitinni, afi var náttúrulega hafði mikla skoðanir á pólitík. Og þá til vinstri? Já, hann jafnaðarmaður og krati, sko. Og hann var alveg harður þar og maður heyrði alltaf svona og fylgdist með skilaboðum hjá honum og sem var mjög gott uppeldi að vildi öllum vel og það voru svona kannski sterkustu skilaboðin að auðvitað bara leggja sér það mörkum og beita sér fyrir, bara bættu samfélagi, sko, og vera svona taka þátt í því. Já, aðhafast. Og já. Einmitt. Sko, myndirðu segja að þú hafir snemma fundið einhverja pólitíska taug? Já, ég gerði það nú. Maður svona, maður hefur alltaf verið í raun og veru krati frá því að maður var krakki, sko. Já, það minnihlutahópur á þeim tímum sem þú ert að vera til. Já. Hvað hefur segja 7-12% kannski þingkosningum er það ekki, eitthvað svoleiðis? Já, getið, já. Svona jafnaði? Eitthvað svoleiðis. Já. Þið hefur ekkert langað að hoppa yfir í annan valdaflokkana og það sem gatan væri greiðari. Þeir eru fundist gildi jafnaðarmanna betri heldur en í öðrum flokk. Já, miklu betri og alltaf þótt það. Og einhvern veginn svona hef ég ekki sóst eftir því að vera í einhverjum þægindahring. Mér finnst alltaf betra einhvern veginn að auðvitað hafa skýra sín á það hvað maður vill, hvernig maður vill samfélagið og hvaða gildi skipta mestu máli og auðvitað bara staða fólksins og reyna einhvern veginn að hafa jákvæð áhrif á það og auðvitað
Já, þannig að ég hef aldrei verið, þú veist, að horfa í aðrar áttir þannig, sko. Nei. Hvaða áhugamál hafðirðu sem barn og unglingur? Áhugamál svo sem hafa kannski mest verið ef maður horfir á svona uppeldi hérna í borginni, þú veist, maður var svolítið í körfubolta, maður var eitthvað aðeins í íþróttum, sund og hjóla. Hjólreiðar hafa alltaf verið svona, já, mér eru alltaf gaman að fara að hjóla hverfið og svona njóta þannig. Já, en kemur fyrir að þú notar hjólhestinn til þess að ferðast á milli Grafarvogs og Alþingishússins? Já, ég hef aðeins gert það frá því að ég tók sæti á Alþingi að hjóla niður eftir. Já, og það gott hjá þér. Það bara virkilega skemmtileg hreyfing, góð hreyfing og alveg svakalega þægilegar leiðir til að hjóla á milli staða. Það þó þetta sé nú smá spotti, þetta ekkert svakalega langt, en hvað ertu miklu lengur á hjólinu en í kannski tafsamri umferð? Eins og að fara á bíl þegar mesta umferðin þá maður einhvers staðar kannski 20-25 mínútur að keyra og að hjóla ég hef fljótastur verið einhverja 27 mínútur. Þannig að það munar nú ekki miklu og en auðvitað skiptir máli hvernig veður og ég hef verið upp í 37 mínútur eða eitthvað á leiðinni heim. Það einhvern veginn svona oft erfiðara. Það ekkert frábær dagur í dag til að vera á hjólinu? Nei, ekki beint frábært svona í rigningunni. Og svolítill vindur. Og svolítill vindur líka. En auðvitað það hefur einhver áhrif hvernig veðrið en hef ekki hjólað núna eftir að þing kom saman aftur í haust, en ég þarf hins vegar að fara að taka hjólið fram aftur. Já. En sund, körfubolti, hjólreiðar, myndirðu lýsa þér sem svona, hvað maður að segja, útivistar og íþróttasinnuð manni eða? Sko, ég hef rosalega gaman af íþróttum. Ég ekki góður í þessu. Ég ekki mjög mikill íþróttamaður. Ég ætla ekki að reyna að halda því fram. Ég svona meira, en ég hef alveg gaman að þessu og legg mitt að mörkum náttúrulega í þessu. Þó að kannski gagni af því sé ekki endilega mikið eins og í körfubolta. Ég reyndar hef ekki mætt núna í körfubolta í svolítinn tíma, en var aðeins að sprikla með svona eldri strákum. Og ég hafði mjög gaman að því. Hvar fengstu þér stöðu í bekknum? Sastu fremst í miðjun eða aftast? Ég sat yfirleitt aftast, sko. Þú sast aftast? Já. Var það statement? Já, gæti verið, ég veit það ekki. Það svona, jú, við vinirnir vorum svona oft svona frekar aftarlega. Voruð pínu óþekkir á köflum? Nei, ég held að við höfum nú verið tiltölulega þægir, sko. Tiltölulega þægir. Var engin uppreisn í þér á unglingsárum? Nei. Gekk þetta bara fælt og slétta fælt fyrir sig? Já, það var svolítið þannig. Maður einhvern veginn bara alltaf verið frekar rólegur í öllu sem maður gerir. Mér finnst alltaf jafn áhugavert að kynnast fólki sem segir mér þessa sögur. Ég fór ekki oft til skólastjórans í Fellaskóla upp í Breiðholti. Örlygur Riktir. En það kom alveg fyrir samt, sko. Var það þá vegna prakkarastriks eða námsárangurs? Ég veistu að ég bara Þú var að gleyma því? Já, ég er löngu búinn að gleyma af hverju hann kallaði mig til sín, sko. En já, en ég var svona, þú veist, kannski, ég veit ekki hvernig maður á að skilgreina sig sem nemanda í grunnskóla. Frekar latur, held ég. Ég held að ég verið, og kennari minn, umsjónarkennari, hann sagði það nú eitthvað í viðtali, í svona foreldraviðtali, að ég þyrfti nú að leggja aðeins meira á mig og vera ekki svona latur. Og ég allan að man það ennþá í dag, þannig að maður svona, og ég held að hann hafi alveg haft nokkuð til sín máls. En sumir sko þingmenn og stjórnmálamenn, þeir eru svona, þeir eru fyrirferðarmiklir og kannski með stór ego og svoleiðis, en þú virkar nú ekki þannig á mann, sko. Nei, ég er sko ekkert endilega neitt sko með neitt svakalega mikið stórt ego í þessu og
fer ekkert endilega rosalega mikið fyrir mér alltaf. Nei. Þó að en legg mig fram hins vegar og ég held að það hafi haft svolítið áhrif þetta samtal við kennarann þegar hann sagði að maður væri latur við námið að maður kannski tók sér svolítið á í kjölfarið. Já, já. Að og ef maður vill eitthvað þá leggur maður alltaf á sig til að ná því fram og fer þær leiðir sem að mér finnst kannski skynsalegast að fara til þess að ná því markmiði. Og það ekkert alltaf með að vera háværestur eða sýnilegastur. Nei. En datt einhverju sinni í hug þegar þú varst 15 ára gamall að þú eftir að starfa á Alþingi Íslendinga? Nei, mér datta svo sem ekki í hug, nei. Ég hefði ekki veðjað á það þegar ég var krakki. En þú varst eitthvað að fylgjast með pólitík og svona? Já, það svolítið merkilegt að ég verandi einmitt þegar maður bjó upp í Breiðholti og var svona yngri að þá náttúrulega var alltaf verið að sýna frá Alþingi í sjónvarpi og ég horfði ansi oft á Alþingisrásina, útsendingar frá Alþingi. Þegar þú ert 15 þá held ég árið 1995, ertu ekki fæddur 80? Jú, ég er fæddur 80. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að svona þegar þú byrjar að, ég veit ekki byrjar en allavega við tökum það tímaskeið þá er það svona, það er að hefjast nýfrjálshyggju tímabil og við erum að svona létta á ríkisafskiptum og höfum tröllatrú á frelsi markaðar og frelsi til þess að fara til helvítis segja sumir. Já. En varstu skeptískur á þær miklu samfélagsræringar sem verða þegar við einkavæðum bankana og seljum bara með spilltum hætti voru þá svona þú og vinir þínir voru að ræða að þetta væri kannski eitthvað skrítið? Sko, í vinahópnum ræddu við svo sem ekki mikla pólitík en jú, maður auðvitað var skeptískur á og enn í dag sko á of miklar sölur frá ríki og til einkaaðila og maður svona horfandi á og aðeins ef maður horfir örfá ára á undan líka að það náttúrulega voru töluverðar þrengingar í samfélaginu á þessum tíma ef við horfum á frá 1990 og átök í heiminum sem að brutust út og svona erfiður tími að mörguleyti og maður upplifði þetta náttúrulega líka í gegnum svona þessa miðla á þessum tíma þetta svona, það var alveg barningur sko á ýmsum sviðum í þessu en jú, maður svona var alveg skeptískur á ýmislegt sem var verið að gera og árin í kjölfar þess líka. Já. Það er alveg þannig. Las ég einhvers staðar að þú hefði verið verkamaður hjá Samherja? Heyrðu, ég fór, ég fluttist austur á Eskifjörð, kona mín er þaðan og við byggum þar í smá tíma og var að vinna þar hjá fyrirtæki sem var að vinna síld, hét Friðþjófur og Samherji keypti fyrirtækið, ég held að þau hafi keypt það meðan ég bjó þarna fyrir austan og allavega voru, síðustu mánuðurinn var undir stjórn Samherja. Já. En þú semst að vinna með höndunum þarna á þínum yngri árum með iðnaðar svona fókus, ákveður að fara ekki í bóklegt námsskólanám heldur í iðnnám. Já, þarna var ég búið með sennilega næstum 3 ár af rafmyndaverkjun í iðnskólanum í Reykjavík og var svona eitthvað orðinn þreyttur á þessu. Við ákvaðum að flytjast austur og ég fór að vinna hjá þessu fyrirtæki og reynda fleirum svona fyrirtæki sem er hérna fyrir austan og fór að vinna semst á liftara í síldinni og var síðan í liftarastöðu að svona vinna í þessu. Voru það uppgrip? Voru þetta uppgripa? Þetta var alveg þetta var náttúrulega svona ákveðin vertíð í þessu og
En maður upplifði náttúrulega líka á sama tíma hversu óstöðugt þetta var, þetta umhverfi. Já. Það var náttúrulega ekki vinna alltaf. Nei. Það var náttúrulega bara þegar var veiði og svona frekar óstöðugt. En rosalega góð lífsreynsla að fara og vinna í fiski, vinna svona og búa í þessu frábæra samfélagi hérna fyrir austan. Já. Og ég reyndar hefði alveg verið til að búa og vera það lengur, sko. En síðan ákvað við að flytja aftur suður og ég fór í að klára námið sem var líka auðvitað bara mjög gott að svona, með þetta líka þessa reynslu að þá var gott að fara og maður sá það alveg að það væri gott að klára námið sem maður var svona mjög langt komið með. Já. Og hafði sko í sumarvinnu sumrin á undan þá hafði ég unnið hjá Reykjavíkurborg líka í dráttuvéladeildinni við að slá og svona finnst voðalega gaman að vinna í öllu svona tengt svona vélum og tækni. Já. Og það auðvitað svona kannski eitt hluti af því sem að maður svona af áhugamálum auðvitað bara alls konar svona tæki og tól og svona tækni. Ég fann það alveg þegar ég var krakki og þegar maður var svona upp í Breiðholti að ég var snemma að fara inn að fikta svolítið mikið í tækjum. Já. Og það svona kannski rót svona að því hvað maður ákveður sinni í kjölfarið að ég var iðinn við að rífa hluti í sundur og kannski að reyna að koma aftur saman. Já. Sem að gekk svo sem ekki alltaf. Nei. En alltaf gaman að reyna að laga. Já. Pabbi minn var svona hálfgerður 19. aldar maður þótt hann hafa nú fæðst 1922. Ég ólst upp í Mývatnssveit sem þá svolítið afskekkt og hefur kannski einhverju leyti orðið út undan svona í tíðarandabreitingum. Og pabbi var mjög forn og leiði sér engan munað og lifði óbúslega einföldu lífi. En hann var með alveg óbifandi trú á tækninýjungum og maður skynjaði svo vel þegar ég var alast upp hvað þessi sko framfaratrú tengd tækninni var sterk í æðum okkar Íslendinga. En núna, árið 2025, þá telja sum okkar sem áður fögnuðu tæknibreitingum og töldu alltaf að væru línulega framfarir sem að fylgdu þróun að það geti jafnvel verið tækni sem tortími okkur. Þá er ég að tala gervigreind og ýmislegt fleira, samfélagsmiðlun og allt það. Já, þetta náttúrulega, það hefur orðið rosaleg þróun í tækninni á undanförnum árum. Já. Og jú, og kom alveg upp efasemdir það hvað er skynsamlegt í þessu og hvað ekki. Já. Ég held að þurfum auðvitað að vanda sig og við þurfum að vanda okkur alveg rosalega í hvernig við nýtum þessa tækni. Já. Varðandi gervigreindina sem að ég held að og rosalega margir eru að nýta sér í dag í einhverri mynd. Með jákvæðum hætti. Með jákvæðum hætti. Já. Og ég meina fólk yfirleitt að nota þetta bara til þess að svona auðvelda sér lífið. Forvitnast það hvernig hlutinni virka eða hvað er hægt að gera og ég veit alveg að margir nota þetta í svona bara uppbyggingum á alls konar Excel-skjölum og útreikningum eða bara safna saman upplýsingum og það er auðvitað mjög jákvætt að nýta sér þetta á þann veg en síðan er það sem er varasamt auðvitað líka að þessi tækni hún er kannski á erfiðara með að meta, eru auðvitað réttar upplýsingar sem að þú finnur á netinu. Já. Og það er alveg langur vegur frá því að allar upplýsingar sem eru á netinu séu réttar. Já, og svo siðvit gervigreindarinnar augljóslega ekki mjög þroskað. Nei, akkurat. Þannig að hvernig þetta þróast áfram og hvaða áhrif þetta hefur líka á okkur. Já. Að í fyrsta lagi maður hugsar, ef að upplýsingar sem eru kallaðar fram og gervigreindin kannski matar fólk af einhverjum upplýsingum
og ef þær ekki réttar, þá náttúrulega getur það haft áhrif á hvað fólk hugsar og hvað gerir. Og síðan auðvitað hefur maður alveg áhyggjur af því að það geti haft neikvæð áhrif á bara svona okkar getu til þess að afla upplýsinga og túlka. Eru þingmennirnir mikið að ræða þetta í kaffipásunum og kannski bara eru frumvarp á leiðinni eða? Það er ekkert rosalega mikil umræða almennt en jú, það er umræða og meðal annars það þegar þú horfir á myndbönd sem gervigreindin er notuð til að búa til getur verið mjög raunsæjar upptökur myndbönd sem hafa verið búin til en eru bara gervi. Falsanir sem ekki nokkur leið að nána sjá munin á sviðsettu og Nei, akkurat. Og kannski hjálpar á okkur að vera með íslenskuna því að það gervigreindin á erfiðara með íslenskuna en þá. Að það gerir okkur auðveldara fyrir okkur að sjá kannski hvað falsað eða hvað búið til og hvað ekki. En þetta þarna held ég að sé bara mjög brýnt fyrir samfélagið að stíga skref og reyna einhvern veginn að hamla þessu. Af því að ef þetta fer of langt að það sé verið að búa til efni og falsanir, að þá það auðvitað mjög alvarlegt fyrir samfélagið og þróun þess held ég. Já, það stundum talað mikilvægi fjölbreytileika í þingmannahópnum, bara svona eins og á fjölmennir ritstjórn á blaði eða bara vinnustöðum yfir höfuð. Mér finnst nú reyndar að vinnustöðir landsins séu að verða mjög einsleitir, fullir af eins fólki. Millistjórnendur ofta ráða til sín fólk sem fyrst og fremst hægt að hafa í taumi og mun ekki koma þeim á óvart, sem svona ákveðið áhyggjuefni að mínu mati. En þú með svolítið annan bakgrunn heldur en kannski flestir þingmenn, það styrkur? Tækni við þitt, kunnátta? Já, ég held að sé mikill styrkur að hafa þennan bakgrunn eins og maður ég kannski ekki einhver hefðbundinn stjórnmálamaður eða ekki svona held ég get ekki tékkað í öll þessi svona venjulegu box fyrir aðilega sem að svona almennt veljast inn og mér finnst það reyndar mjög jákvætt að ef maður horfir svona yfir þingflokk samfylkingarinnar að fjölbreytni í hópnum alveg svakalega mikil. Já, okay. og en eins og með minn bakgrunn að verandi komandi annars vegar með iðnmenntun og hafandi starfað í iðnaði mjög lengi hafa verið í verkalýðshreyfingunni og unni í verkalýðsmálum. Ég held að þessir tveir þættir skipti gríðarlega miklu máli og síðan auðvitað bara bakgrunnurinn verandi af landsbyggðinni hafandi búið síðan í Reykjavík þó mest megnis að minni ævi en alltaf með þessar sterku tengingar út á land. Ég held að það sé þessi fjölbreytni sé að nýtast manni gríðarlega vel inn á þingi. En fyrstu dagan inn á þingi leiðir eins og værir einhver leiti utangars innan ég veit nú ekki hvað eru margir lögfræðingar inn á Alþingi, þeir eru margir. Þeir eru þó nokkuð margir og auðvitað hafa ákveðið forskot þegar kemur að því að vinna með svona þessi lagafrumvörp auðvitað. Textal svona inntakssviðinu eða? Já, og kannski mikið í þessari tjáningu. Og ég viðurkenni það tók mann alveg tíma að svona ná þessum takti hvernig tjáum maður sig í ræðu inn á þingi og síðan sér maður þetta bara ýmsa siði og ósiði sem eru þarna inni og maður svona þarf að bara ákveða hvað ætlar maður að aðlagast af þessu. Nefndu með dæmi ósið? Nei, það bara ef maður horfir á svona þegar ég kem inn í þetta þá hugsa maður að maður vill auðvitað leggja sig allt sitt fram til þess að vinna að bættu samfélagi og ég reyndar gerir ráð fyrir að allir þingmenn séu þar. Ertu viss? Ég gerir ráð fyrir því.
Ég ekkert alveg viss. Jú, ég held að flestir og allir geri það. Ég held að allir séu svona með eitthvað markmið að bæta samfélagið og síðan eru þetta bara mismunandi sjónarmið að því hvernig við teljum að þurfa að bæta. En og bara svona þessi samræðu hefð og hvað svona þessi ræðu hefð í púlti Alþingis getur verið áhugaverð svona fyrir nýjan þingmann að sjá og upplifa. Ekki svolítið sýndarmennska í þessu? Jú, það er það svolítið. Það er það svolítið, finnst mér. Já, og okkur finnst það líka sem við erum að fylgjast með. Já, og en síðan það kannski hluti af þessu bara, og maður þarf einhvern veginn að læra það. Hafandi einmitt verið í verkalýðsmálunum allan annan tíma og þá þetta svolítið viðbrigði, finnst manni. Af því að maður ég upplifði þetta ekki með þeim hætti í verkalýðshreyfingunni. Nei, það sé svona meiri, hvað maður að segja, þessi yfirborðskendara á köflum inn á þinginu. Já, í raun og veru. En síðan þetta allt pólitík og pólitíska sjónarmið og sem að auðvitað skiptir máli og síðan auðvitað annað sem að kemur manni óvart, eða kemur kannski ekki óvart en auðvitað ánægilegt að samskipti fólks þar sem að við erum ekki mynd eru mjög góð og svona stemningin á þessum vinnustaði bara svakalega fín Mér datt einmitt í huga að þú nefnir að þetta gæti breyst þegar ég sá dálítið marga þingmenn ráðast svona persónulega að Snorra í Miðflokknum eftir að umdeilt kastljósviðtal átti sér stað við hann. Þar voru ráðherrar, formenn flokka, biskup og allmargir þingmenn sem að virtust fordæma Snorra mjög harðlega fyrir það hvernig hann hefur verið að tala transfólk og einhverja hugmyndafræði í stað veruleika og svona. Þú ræðir hvort þú svarar þessari spurningu en er einhver kurr í kringum Snorra sérstaklega á þingi? Nei, ekki hef ég svona upplifað neitt í kringum það. Það er óvenjulegt að svona margir tjá sig persónulega einn þingmann. Það sem ég held að skipti mestu máli í þessu auðvitað bara, hvernig svona samfélögin eru uppbyggð og hvað við þurfum að gera til þess að í raun og veru bara standa vörð samfélögin í heild sinni. Ég held að, og við sjáum þetta náttúrulega bara eins og í Bandaríkjunum í dag, hvernig orðræða forseta Bandaríkjanna og svona og bara málfrelsi fjölmiðla fólks. Málfrelsi allra skiptir auðvitað bara gríðarlega miklu máli í samfélögunum. Við auðvitað þurfum að hafa svigrúm til að hafa skoðanir á málum en við þurfum líka að standa vörð bara fólkið okkar. Við þurfum að standa vörð fólk sem eru auðvitað bara að berjast í bökkum í samfélaginu og við þurfum að verja stöðu allra, finnst mér. Þannig að það auðvitað, það skiptir máli hvað við segjum. Það skiptir máli að við vöndum okkur við það sem við erum að tjá okkur Það sem mér finnst ég geta að lesa milli línuna hjá þér að þótt sumir þingmenn og fólk sem að vinna með Snorra hafi svona notað sína samfélagsmiðla til þess að senda honum sterk skilaboð þá nái það ekki inn fyrir inn í hjarta þingsins. Menn hafi látið það duga einhvern veginn. Já, svona mín upplifun auðvitað bara að okkur tekst innan veggja Alþingis að eiga góð samskipti okkar á milli í svona daglegu starfi. En við erum ekkert sammála alltaf og það auðvitað það sem að skiptir líka miklu máli að fólk hefur fjölbreyttar skoðanir og við erum ekki sammála öll mál. Nei. Og þess vegna erum við bara auðvitað svona mörg og fjölbreytt. Hvernig myndirðu lýsa
svona í fáum orðum Kristrúnu Frostadóttur. Sumir rann svona að reyna að velta því fyrir sér hverju sem mannski hún nýtur gríðarlega vinsælda en hún er ekkert verið það mörg ár í kastljósinu að manni finnst að maður viti allt hana og kannski verður það nú aldrei. En hvernig myndið þú lýsa henni? Ég lýsa henni og upplifi svona samskipti við hana í gegnum tíðina eða þessi ár sem að ég þekkt hana og kynst henni. Hún er náttúrulega bara leiðtogi. Hún er virkilega klár, fróð kona, hefur mikla reynslu þrátt fyrir ungan aldur og já, mér finnst hún svona bara orðið sem kemur upp í hugan er leiðtogi. Hún er bara, hún er leiðtogi og ég já. Þannig að þú ert sáttur við hana, er ég? Ég er mjög sáttur við hana. Og ég held að fyrir Íslands samfélag sé virkilega, sé hún að gera alveg virkilega góða hluti og rétt manneskja á réttum stað og réttum tíma. Hvað gerðist þarna þessar vikur eða mánuði á undan? Þetta gerðist alls svolítið hratt í fyrra. Já. Varst þú ekki þingmaður bara með frekar skömmu fyrirvara? Jú. Já. Hvernig gerist það? Símtal frá henni að þú hringir í hana milligöngumaður? Þetta gerist náttúrulega mjög hratt þegar að þáverandi forsætisráðherra boðar til kosninga. Og það eru þetta bara samtöl sem að fara í gang á svona tímapunkti. Hver talaði hvern? Já, ég man það nú ekki nákvæmlega. Þú manst það alveg? Nei. Þú varst ekki að segja mér það. Það er það eru bara ýmislegt sem að náttúrulega byrjar og síðan er mjög misjafnt kannski hvernig flokkar fóru í það að velja á lista og hjá Samfylkingunni var síðan hópur sem að fóru í það að stilla upp á lista. Já. Og það voru bara fullt af samtölum í kringu þetta. Já. En þetta gerist mjög hratt. Það var þannig. Já. En þú varst tilbúin í hennar slag. Þú varst tilbúin í breytingar. Ég var tilbúin í breytingar og þetta maður svona upplifiði ákveðna stemningu á þessum tíma og sem ég upplifi enn að það sé stemning fyrir því í samfélaginu að við séu breytingar. Það sé svona aðeins tekið á þeim þáttum sem maður þarf að taka á og reynda að bæta samfélagið. Það samfélagið sé svona stjórnmálin horfi meira í hagsmuni fólksins og sé að styðja við fólkið en ekki fjármagnið. Hvernig leist konuðinni á hugmyndina? Henni leist svo sem ekkert endilega svakalega vel á þetta. Það ekki? Nei. En þetta eru þetta verkefni sem við förum í sameiningu samt sem áður. Hafðirðu verið yfirlýstur stuðningsmaður Samfylkingarinnar á undan? Ég hafði svo sem ekkert verið ekkert mikið að taka þátt í einhverju pólitík. Og það var kannski það sem að henni leist ekki alveg nógu vel á stimplun, fækkar tækifærum mögulega. Já, mögulega. Það er ýmislegt og auðvitað, að vera í pólitík eða stjórnmálum, þetta hefur áhrif á alla í kringum hann. Og það maður upplifir það náttúrulega bara mjög sterkt þegar maður tekur þetta skref að það hefur áhrif og það gerir það. Þú myndist aðeins á konuna þín áðan. Voruð þið ung þegar þið kynntust? Já, við vorum byrjum saman bara á 16. eða 17. ári. Já. Og hún er með hálf bandarískan? Já, pabbinar var bandaríkjamaður og mamma hennar íslensk. Hún heitir Diana Lynn Simpson. Já, einmitt. Og og ólst upp, hún bjó fyrstu árin erlendis og síðan fluttist hún til Íslands 6 ára aldur. Já. Fyrir hverju fjölstu? Ég bara heillandi kona, stelpa á þessum tíma og virkilega skemmtileg og við tengdum bara svo svakalega vel saman. Já.
Hafið þið eignast börn saman? Já, við eigum 3 börn saman. Já. Tvíburastelpur sem eru 24 ára Já. og síðan strák sem 15, það verður 16. Já. Hvað gerir hún, Díana? Díana er leikskólaliði menntaður og var að vinna hjá leikskóla upp í Grafarvogi og búin að vera, var þar í þessu. Þannig að... Myndirðu segja að vera besti vinur þinn? Já, alveg klálega. Klárlega? Já. Engin spurning? Engin spurning með það. Og bara alveg, við höfum búin að vera saman í öll þess ár síðan þá. Hve mörg ár? Já, nú rekur mann alveg gat. Ef þú fættur 80, þá ertu... 96 sem við byrjum saman og... Já, þannig að... Við mitt. 9? Hver er lykilinn að því að fólk þóli hvort annað í svona langan tíma? Já, það er auðvitað bara ýmislegt og bara, ég held að það skipti máli að rækta sambandið og vera góðir vinir, vera félagar og taka þátt í verkefnunum saman. Já. Það er bara, ég held að, hvaða töfra ráð veit maður ekki nákvæmlega. Eru þið lík? Við erum alveg ótrúlega lík, á mörgu leyti. Já. Það er alveg þannig. Já. Eigið þið sömu vini? Já, við eigum það að miklu leyti og vinir okkar sem að við vorum með æskuvinir okkar við tengjumst þeim nokkuð vel öllum og góði vinir í allar áttir. Já. Er hún líka svona gefin fyrir það að vera úti og Hún er mikið fyrir eins og að við höfum verið að gera síðustu ár, mikið í útilegum og svona njóta þar. Og það er alveg, við höfum mjög gaman að því og höfum haft mjög gaman að því að vera í útilegum og njóta, þó að sé kannski í kringum tjaldsvæði og eitthvað svoleiðis. Að vera út á landi og vera í náttúrunni og njóta þannig. Þetta er nú langt komið hjá okkur, gaman að svona kynnast aðeins persónulegri hliðinni, auk þess að maður geti dæmt á þig spurningum hvað sem er svona er aðeins að ská í pólitíkina. En sérðu þig fyrir þér sem, líður þér núna eins og þú ert búin að finna hilluna þína eða hugsarðu kannski aldrei mjög langt fram í tíman, heldur lefi bara hverjum degi að næja sinni þjónugu? Ég held að það mér líkar alveg afskaplega vel við það sem ég er að gera í dag og mér líkar mjög vel við þau verkefni sem maður glímir við niður á þingi. Já. Virkilega skemmtilegt að fá þetta tækifæri að taka þátt í þessu og auðvitað þarf maður alltaf að sjá bara hvað framtíðin ber í skauti sér, hvað verður í boði og allt það, en mér líkar þetta mjög vel. Já. Þannig að ég mun allavega að leggja mitt að mörkum til þess að nýta þessi ár sem að maður er kjörinn til þess að bæta samfélagið og hafa hagsmuni fólksins að leiðarljósi því. Og Þú ert í atvinnuveganefnd og velferðarnefnd? Ég er í atvinnuveganefnd og velferðarnefnd. Það sem eru náttúrulega rosalega stór mál undir. Atvinnuvegirnir, sjávarútvegur, landbúnaður og ýmislegt í því. Já. Og síðan í velferðinni, þar eru náttúrulega velferðarmál og heilbrigðismál, félagsmálin og húsnæðismál. Þannig að þetta er einhver liti framlenging á verkalýðsstörfunum? Já, í raun og veru. Í raun og veru þá eru þetta málaflokkar sem maður hefur verið mjög tengdur undanfarna áratugi. Já. Þannig að það á mjög vel við mig að vera í því. Og þetta afskaplega gott að vera með þessa þekkingu sem maður hefur þegar við erum að vinna með þessi kerfi, fæðingarorlofskerfi til dæmis, vinnumarkaðurinn sem að maður náttúrulega tengist vel og hefur góða þekkingu á, sem að ég held að skipti máli fyrir Alþingi líka að hafa. Já.
hver og einn hefur sitt fram að færa. Já, alveg, það alveg þannig. Ég alveg sammálaður með það að fjölbreytileikinn er mjög mikilvægur. En sko þú hefur ekkert verið mjög áberandi, svona hefur mér fundist, sem þegar ég horfi á Alþingi, ertu að læra og spara þig þangað til þú svona nærið aðeins betur utan að jobbið, eins og til dæmis Sigurður Helgi Pálmarsson sagði við mig hérna daginn. Tekur þetta kannski bara heilt ára? Ég svo sem jú, auðvitað maður að læra. Já. Og það alveg klálega þannig. Maður þarf að læra svona á hvernig hlutinni virka. Já. Það sem að maður hefur líka kynnst mjög vel á þessum stuttatíma er hversu mikið starf í kringum þingið. Nefndarstörf eru á hverjum degi. Við byrjum alltaf nefndir á klukkan 9 á morgnana, aðeins seinna á mánudögum, og þar fer fram auðvitað langmesta vinnan. Þar erum við að hitta alla þá sem að senda inn umsagnir, og við teljum að sé gott að ræða við og fá meira feedback frá. Það er auðvitað, þessi hluti af starfinu er auðvitað ekki eins sýnilegur. Nei. En skiptir held ég alveg gríðarlega miklu máli. Og jú, síðan í þingsala þá er auðvitað ákveðið svona ferli sem er í gangi þar, sem er frekar svona, já, það er ekkert endilega rosalega mikill tími fyrir þingmenn í meirihluta að fara í margar ræður málin þar, nema þeirra kannski kemur í aðra umræðu og fylgja þeim eftir úr nefndum og síðan í þriðju. Þannig að þar að leiðandi verður kannski verður maður kannski ekki eins sýnilegur þar. Nei. En ef þið langar að segja eitthvað, hvaða úrræði notar þau? Í gamla daga skrifaði fólk einhverja greinar í Fréttablaðið og Mokkan og svona. Jú, það er ennþá til fólk sem gerir það, en slagkrafturinn sem fylgir því ekki nema brota því sem var. Hleðurðu bara í status og Facebook? Ég nota samfélagsmiðla, ég nota greinaskrif og samfélagsmiðlar er náttúrulega bæði í rituðu formi og tali. Síðan finnst mér voðalega gott að fara og bara hitta fólk og spjalla og svona halda í tengingarnar. Og síðan er náttúrulega, það eru alveg vissulega ákveðnir kanalar innan þingsins sem eru svona fasti liðir sem er hægt að fara ef maður vill ræða eitthvað ákveðin málefni, og það er liður sem heitir störf þingsins. Og þar getur maður komist í og komið einhverjum málum á framfæri sem að brenna á manni. Sannlega. Þó að sé ekki nema 2 mínútur í ræðu, það er frekar stuttur tími en er gagnlegt. Það er að spísa textan á 2 mínútum. Já, það er auðvitað bara skiptir máli að vera með þetta skornort og skipulagt. En það eru þessi liðir sem að ég held að séu mjög góðir að nýta. En þetta er auðvitað eitthvað sem að auðvitað þarf að fara yfir, maður þarf að leggja sig fram við þetta. Af því að síðan er framboð og efni í dag er bara ofboðslega mikið. Þannig að ég ætla að enda þetta spjall okkar á svolítið svona alvarlegri spurningu. Það er svolítið heimsenda ótti víða, mjög óöruggt ástand og svona. Til dæmis í gær þá tók ég það bara upp á sjálfum mér að ég var að vitna fallegu atviki Bónus og ég bara skrifaði það sko og bara svona til þess að henda einhverju fegurð út í allan ljótleika og allan ótta og svona sko sem er núna óryggi ungu fólki á húsnæðismarkaði og svona alltaf, það er alltaf einhverjar áskoranir. Ert þú bjartsýnn, svartsýnn eða einhvers konar blanda af þessu tvennu? Hvernig svona sérðu fyrir þér framtíðina, nálega framtíð? Já, ég er svo sem bjartsýnn á nálega framtíð. Það eru hins vegar alveg blikur á lofti sem að valda því að maður er auðvitað áhyggjufullur að mörgu leyti og ég held að
Ég held að það skipti afskaplega miklu máli að við séum tilbúin að takast á við þær áskoranir sem framundan eru og ef maður horfir á svona heimsmyndina að þá þetta svo margt í gangi þar sem að maður hefur gríðarlega miklar áhyggjur af. Já, og það eru 15 ára milli okkar, ég 15 ára eldri, en ég hugsa að þú sért mér sammála þegar ég segi það eiginlega nýtt fyrir mann að hafa þessar áhyggjur. Við erum búin að við höfum lifað á góðum tíma þar sem okkur fannst allt verða bara svona hægt og bara oftast betra og betra hlutskipti komandi kynslóða betra en ekki lengur. Það er alveg klárlega þannig að það er svo rosalega breytt heimsmynd sem að maður horfir fram á núna sem að veldur áhyggjum. En þessna held ég að skipti rosalega miklu máli samt sem aðra við séum við þurfum að fylgjast með og vera viðbúin því sem er og taka þátt í öllu samstarfi þjóða í kringum okkur og ég hef samt fulla trú á því að okkur takist að koma í veg fyrir það svona þessar vestu sviðsmyndir sko og ég held að skipti miklu máli að okkur takist það en horfandi á það sem er að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs er náttúrulega bara ömurlegt og ég hef gríðarlega miklar áhyggjur af því að maður sér ekki fyrir endan á því og þetta er auðvitað eitthvað sem að ég man eftir sem barn eða unglingur að þá upplifði maður fréttir frá svona átökum og hungri en aldrei með þessum hætti. Nei, og það er alveg glænýtt finnst mér að maður upplifi valdamestu menn landsins, heimsins fyrirgefðu sem bara einhverja brjálæðinga sko. Já. Það er það er auðvitað eitthvað sem við eigum ekki að venjast og við eigum ekki að sætta okkur við að sé koma fram við fólk á þennan hátt og ég auðvitað maður bindur vonir við að leiðtogar heimsins vakni upp og beiti sér og sem betur fer er svona maður sér að það er að gerast þó hægt sé en það þarf að gerast miklu hraðar og það þarf að stöðva þetta það þarf að hugsa fólkið sem býr á þessu svæði og að það geti búið frjálst og ekki við þessar hörmungar. Finnst þér þið verið að gera nóg í Samfylkingunni? Þið Kristján vera nógu beitt? Það sem er auðvitað erfitt í þessu er auðvitað að hvaða áhrif er hægt að hafa og ég veit að hún er að beita sér á öllum þeim fundum sem hún fer á erlendis og þá að beita sér á þann hátt að þessu aðgerðir sem að hafa raunveruleg áhrif ekki eitthvað sýndamennska eða eitthvað slíkt og ég er sannfærður að það sem að hún hefur gert hefur haft áhrif. Það er svona og ef við horfum kannski nokkur missir eftir í tímana þá eru atriði sem að kannski munu koma betur fram síðar þetta hefur áhrif en hefði þurft að gerast miklu hraðar og miklu með afgerandi hætti en það er eins og það er. En við missum ekki móðinn hvorki hér innanlands né í alþjóðlegu samhengi og Nei, ég held að það skipti miklu máli að við þurfum að leggja okkur fram og ég held að staðan verði mun betri innan tíðar. Kannski búum okkur undir það versta en vonum það besta. Það er kannski það skástaði í stöðunni. Það er nákvæmlega þannig. Heyrðu, en það er búið að vera gaman að hafa þig hér í þessu spjalli sem að hefur farið út og suður eins og þau gera nú oft þessi persónulegu viðtöl. En
kæra þakkir fyrir að koma til okkar sem óþekkti þingmaðurinn. Vonandi vita hlustendur og áhorfendur núna aðeins meira þig. Nú, kannski er þetta orðin þekkti þingmaðurinn núna. Já, það er vonandi. En bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Virkilega gaman að koma að spjalla. Gaman að fá þig. Segir Kristján Þórður Snæbjarnarson. Hann er þingmaður Samfylkingarinnar eins og þið væntanlega flest vitið, en við höldum áfram dagskráni hér eftir andartak, ekki fyrir langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.